kjarasamningum voru 2020 þá var samið mikla breytingar á vinnutíma vaktavinnufólks og breytingar verða þá gerðar á vinnufyrirkomulagi en líka því hvernig launin eru reiknuð út. Og með þessu eru þetta meginmarkmiðið að stórbæta starfsumhverfi vaktavinnufólks og mæta ákallið þeirra betra skipulag á vinnutíma. Vinnuvika vaktavinnufólks fer úr 40 klukkustundum í 36. Þessi breyting gildir fyrir allt vaktavinnufólk. Fyrir vaktavinnufólk sem vinnur utan dagvinnutíma helgar og á nóttunni möguleiki á að stytta vinnuvikuna enn frekar eða allt niður í 32 stundir. Breytingarnar verða gerðar án launaskerðingar en breytingar verða á launasamsetningu og launamyndun vaktavinnufólks mun taka mið af fleiri þáttum en áður. Hefur ítrekað verið bent á það að vaktavinna sé heilsuspillandi og vaktavinnufólk hefur gjarnan valið sér að vera í hlutastarfi, hefur ekki treystið til þess að vera í fullu starfi og hafa kallað eftir því í mörg ár að það sé viðurkennt að 80% vaktavinna jafngildi 100% starfi. Og það má segja að með þessum kjarasamningum að þá hafi það náðst allavega fyrir vaktavinnufólk sem með hvað þyngstu vaktabyrðina. Lengi hefur verið vitað að vaktavinna, sérstaklega þegar unnið mikið á nóttunni, hættuleg heilsunni. Vaktavinnufólk líklegri en aðrir til að fá ýmsa sjúkdóma og svefn og heilsa almennt verri en hjá starfsfólki í dagvinnu. Þá vaktavinnufólk í sérlega slæmri stöðu þegar kemur að því að samþætta atvinnu og fjölskyldulíf. Vegna þessara þátta var ljóst að ganga þyrfti lengra í styttingu vinnuviku vaktavinnufólks heldur en gert hjá dagvinnufólki. Það hafa tilraunaverkefnin sem gerð voru á vaktavinnustöðum sýnt fram á. Já, það svo sem komu til okkar að fá að taka þátt í þessu verkefni og með því gátum við fært okkur af því að vinna 12 tíma vaktir og fórum yfir í það að vinna 8 tíma vaktir sem var svona stærsta breytingin fyrir okkur að vera styttra í vinnunni í einu og geta verið þá meira heima við og tekið þátt í okkar fjölskyldulífi á milli vakta. Breytingin var það að við getum farið sinnt annarkvort áhugamálum eða fjölskyldunni eða annað meðfram vöktunum núna að við vinnum að skarast miklu betur við fjölskylduna að geta tekið þátt og það sé ekki þannig að maður hitti ekki fjölskylduna heilu og hálfu dagana eða vikurnar. Það var náttúrulega mjög spennandi að sjá auka frítíma hjá okkur á vaktarskýrslunni þegar við byrjuðum í þessu tilraunaverkefni. Fyrst vissum maður kannski ekki almennilega út í hvað maður væri að fara en fljótlega þá var þetta mjög skýrt að við værum að fara að fá bara auka frítíma. Ég og sambýlismaðurinn minn eigum 2 börn og hann vinnur líka vaktavinnu og mjög erfitt oft að púsla saman 2 í vaktavinnu með 2 börn. Þannig að sjálfsögðu kom þetta sér mjög vel inn á heimilið að ég fengi þarna auka frítíma og þá bara minni pössun og meiri tíma með börnum. Þegar við innleitum styttingu vinnuvikunar þá fengum við töluvert meiri tíma, meira svigrúm til þess að vera með fjölskyldunni og gera hluti utan vinnutíma heldur en var áður. Þá annars var þetta bara, þegar maður var á vöktum, þá var þetta svolítið bara vinna, sofa, borða. Bara rútína í 5 daga. Ég var með lítinn strák þá, þegar ég byrjaði að vinna eftir fæðingarorlof, þá voru 12 tíma vaktir, svolítið langt að vera í burtu frá fjölskyldunni svona langan tíma. Byrjaði þetta þegar hann var 2 ára og þá var það töluvert mikill munur fyrir mig. Ég náði ekkert eiginlega hitt hann, bara kvöldin þegar hann var sofnaður. Ég fór bara að nota tíman í að gera eitthvað sem er skemmtilegt, sinna áhugamálum. Það verður miklu meira úr deginum, menn ná að afkasta meira, það meiri, menn eru glaðari. Ég held ég sé alveg marktaka mun þar. Já, ég sem kona, þá sé ég bara mikinn mun á að vera jafnvel með lítil börn á þessu kerfi, en minni möguleika á hinu kerfinu, þar sem að það mjög erfitt, til dæmis með brjóstabörn og annað á hinu kerfinu. En þetta býr upp svo miklu meiri möguleika. Mið 8 tíma vaktirnar þá svo mætir maður kl. 7 á morgnana, búinn 3 á daginn og þá allur dagurinn eftir með fjölskyldunni eða áhugamálunum. Sjálfur ég í hestum og geta að fara í hesthúsið eða í sundlaugin eða skokka með Ritter og Rósu sem hérna hlaupahópur hérna á Ísafirði. Þannig að þetta allt annað líf. Svo
konan sagði líka hérna, þegar maður komum á 8 tíma vaktir þá fór maður að taka þátt í fjölskyldulífinu. En maður er hérna ekki þreyttur, langt frá því þreyttur og maður er betur fyrir kallar að takast á vaktina. Maður er að mæta í 8 tíma vakt, ferskur alveg til að standa 8 tímana. Mórallinn líka, hann hérna, menn eru ferskari, hressari við að hérna, þegar vinnutíminn er ekki 8 tímar í senn. Eiginlega, þegar menn eru þreyttir og verða jafnvel pirraðir að standa 12 tímana, það kemur þetta niður á andlegri líðan. En margar vaktavinnustéttir, ekki síst þær sem í almannaþjónustunni, að vinna erfið störf og stór hluti þeirra hefur kosið sér að vera frekari hlutastarfi heldur en fullu starfi. Þessar breytingar sem verða innleidda núna með styttingu vinnuvikunnar, þær eiga hafi för með sér að það sé auðveldara fyrir fólk að vinna í hærra starfshlutfalli heldur en áður. Þegar vinnutímastyttingin tekur gildi verður öllum starfsmönnum í hlutastarfi boðið að hækka starfshlutfall sitt sem nemur vinnutímastyttingunni og vinna þannig sambærilegan tímafjölda á áður. Laun þeirra sem gera þetta munu hækka, í sumum tilvikum umtalsvert. Þetta mun leiða til þess að ævitekjur og á endanum lífeyrisgreiðslur vaktavinnustétta, ekki síst kvennastétta, munu hækka. Það er álag í þessu starfi sem við erum í og 100% starf þá ertu alltaf í vinnunni, finnst fólki og okkur, ég í 80% og mér finnst bara alveg nóg að taka það og ef ég hef tök á þá tek ég aukavakt til að hífa upp launin en það náttúrulega eykst álagi á mann þar af leiðandi. En þetta aðalega það að álagið mikið og það helst enginn í starfi ef hann í 100% starfi alltaf, alla daga. Þetta skemmtilegt, ég ekki að tala þetta starf niður. Þetta mjög skemmtilegt og gefandi en á stundum getur það verið álag og ég heyri þetta alveg hjá fleirum að álagið og ég held að sé enginn hjá okkur í 100% starfi, ekki af sjúkraliðum. Í vor þegar að þetta gengur í gegn í maí, þá hef ég hugsað mér að halda bara mínum vöktum, þessum 4 vöktum í viku og fá hærri prósentu útborgað. Þegar stytting vinnuvikunar tekur gildi, þá ætla ég að hækka starfshlutfallið hjá mér, vinna sömu vaktir en fá hærra borgað. Stytting vinnuviku vaktavinnufólks mun taka gildi 1. maí 2021. Styttingin gerð með miðlægum hætti og verður útfærslan eins hjá öllum vinnustöðum ríkis og sveitarfélaga. Undirbúningur í fullum gangi og haustið 2020 verður lögð áhersla á að fræða bæði starfsfólk og stjórnendur það sem framundan er. Líklegt að í einhverjum tilvikum þurfa að breyta vaktakerfum, dreifa vaktabyrði með öðrum hætti, breyta lengd vakta og fleira. Æskilegt að það fari fram samtal á vinnustað það hvernig best fara saman þarfir starfseminnar og starfsmanna. Fyrir 15. janúar 2021 eiga stjórnendur að bjóða starfsfólki sínu sem ekki í 100% starfi hækkun á starfshlutfalli sem nemur að minnstakosti styttingu vinnuvikunar. Þegar vinnutími vaktavinnufólks styttur þarf eftir sem áður að manna starfseminna á sömu tímum og áður. Þess vegna skapast svokallað mönnunargat og standa vonir til þess að hlutastarfsfólk sé tilbúið að vinna svipaðan tímafjölda og fyrir styttingu og njóta þar með hærri launa. Starfsemi á vaktavinnustaða fjölbreytt og vaktakerfin ólík líka. Þannig að það hefur frá upphafi verið skýrt að stytting vinnuvikunar ekki að leiða til þess að laun lækki og nýja kerfið sett upp með þetta sem skýrt markmið. En vaktavinnuhópar líka mismunandi, svo núna unnið að því að greina þarfir þessara ólíku hópa og hvernig megi tryggja að launin lækki ekki. En það þýðir ekki að það breytist ekki neitt í skipulaginu. Mögulega mun vaktskráin til dæmis taka breytingum.